Hjörleifur og Gunnar Guttormssynir hafa lagt inn kæru til umhverfisráðherra vegna úrskurðar skipulagsstjóra sem fallist hefur á lagningu 2 háspennulína á Fljótsdal í Reyðarfjörð. Hjörleifur óskaði eftir því að ráðherra setji málið í frekari mat því ákvörðunin byggist á lögum sem ekki séu lengur í gildi. Jafnframt kynnti Hjörleifur athugasemdir sínar við áætlanir undirbúning álversbyggingar í Reyðarfirði og virkjanaframkvæmda sem því tengjast. Hjörleifur telur til 10 atriði sem hann segir að brýnt sé að huga að. Meðal þess sem hann nefnir að verið sé að hefja framkvæmdir á þeim forsendum að Ísland fái algera undanþágu frá samþykktum losun gróðurhúsalofttegunda. Það er bent á gróðurhúsalofttegundirna sem að Reyðarál gerir enga grein fyrir í sinni matsáætlun, sínum drögum og forstjórinn hefur nú sagt að ef við eigum að standa að því að kaupa losunarheimildir, þá er þetta búið mál. En hvað Ísland sem ábyrgðaraðila fyrir losun, því er ósvarað. Svigrúmi sem Íslandi var ætlað í Kyoto var 10% viðbót frá stöðunni 1990. En þetta fyrirtæki, ef það einhvern tímann rís, það bætir þriðjungi við heildarlosun Íslands í gróðurhúsalofttegundum. Hjörleifur gagnrýnir einnig að umhverfisráðherra hafi enn ekki gefið út reglugerð með lögum mat á umhverfisáhrifum. Slík reglugerð sé nauðsynleg til að skera úr ýmis óvissuatriði. Vinna við reglugerðina sé hins vegar ekki hafin. Von er á 13 skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í sumar með samtals 5.000 farþega. Í dag kom stærsta skipið og var af því tilefni mikið dýrðir í bænum. Skipið heitir Royal Princess og er liðlega 44.000 brúttólestir sem þýðir að það er það bil 20 sinnum stærra en gamla Guggan sem Ísfirðingar kannast vel við. Það er óhætt að segja að bæjarbúar hafi tekið vel á móti gestum skipsins og á höfn því sannkölluð hátíðarstemning ríkti í bænum í dag. Í fyrra komu 8 skemmtiferðaskip til Ísafjarðar þannig að aukningin milli ára er umtalsverð. Í áhöfn skipanna er 2600 manns, þannig að með farþegum koma hátt í 8000 manns hingað vestur með skemmtiferðaskipum. Farþegum gafst í morgun kostur á að fara í margvíslegar skoðunarferðir, en Ísfirðingar vilja einnig halda gestunum í bænum. Ég held að þessar skipakomur hafi mikla þýðingu. Þetta er vaxandi iðnaður, bæði hér fyrir vestan sem annar staðar og ferðafólk og aðri sem í þessum grein eru fannir að átta sig á því að þetta er eitthvað sem er komið til að vera og mjög jákvætt. En hvers vegna hefur skemmtiferðaskipum fjölgað svo eins og raun ber vitni? Ég held að það sé nú stór hluti af því að við höfum verið í markaðssetningu, búin að vera í 4 ár og verið þá í samvinnu í samtöku sem heitir Cruise Europe og eru þar með Akureyrarhöfn og Reykjavíkurhöfn og þannig að Ísafjörður er komin á kortið. Ísafjörður er sem sagt einn af valmöguleikum fyrir Ísland. Er samkeppni milli hafna að fá skemmtiferðaskipin til sín? Já, það er að vísu ábyggilega einhver samkeppni en þetta er gert í miklu bróðurni og þetta liggur mjög vel við Ísafjörður milli Akureyrar og Reykjavíkur. Það er nóttin að sigla í hvora áttina sem er farið, þannig að þetta hentar geysilega vel. Víkingaskipið Íslendingur siglir nú í vesturátt út á Grænlandshaf áleiðis til Grænlands. Það var þokusúld við utanverð Snæfellsnes þegar skipið lagði af stað frá Ólafsvík snemma í morgun og sú glæsilega landsýn sem getur blasað við mönnum þegar að Snæfellsjökull ber við loft yst á nesinu gladdi því ekki skipverja. En það var ekki eftir neina að bíða. Nógu lengi hafði verið beðið í Ólafsvík eftir því að ísa leysti við Grænland og hægt yrði að leggja af stað. Klukkan 2 í dag var skipið 15 sjómílur vestur af Öndverðarnesi og stemdi í vestur og í humátt á eftir því kom togarinn Hrísey sem fylgist með því. Eins og við höfum séð á myndunum þá er skipinu siglt með vélarafli, enda ekki byr og fram að hádegi hafði einungis verið dólað rétt vestur fyrir Öndverðarnes, en nú þarf að slá í ef það á að ná á tilsettum tíma vestur til Grænlands. Og það er ekki að undra þótt skipverjar séu orðnir óþreyjufullir því að meira en vika hefur liðið sem þeir hafa orðið að bíða í Ólafsvík frá því að þeir lögðu á stað frá Búðardal. En nú er þetta sem sagt allt að koma og Ísland horfið að baki og Grænland framundan. Einar,
ekki nóg að gera í sportinu þó Evrópubolti sé búinn? Jú, merkilegt. Ég held að þetta yrði náðið í dagar eftir mótið. Engin frákastsenginni? Jú, aðeins svona smá skjálft í hendinni sko, en það lagast ábyggilega. Okay. Við byrjum á sundi því engin íslensku sundmannan á Evrópumótinu í Helsinki komst í úrslit í dag en Kolbrúnir Kristjánsdóttir og Lára Hrund Bjargadóttir kepptu í 100 metra skriðsundi líkt og Örn Arnarsson og Ríkharður Ríkharðsson. Ekkert þeirra var nálægt ólympíulágmarki. Keppni á landsmóti hestamanna hófst í morgun eins og við sögðum frá áðan og fyrsta keppnin var forkeppni í tölti. 68 keppendur taka þátt í forkeppninni í tölti en úrslitin fara fram á laugardagskvöldið næstkomandi. 29 keppendur voru í fyrri hluta keppninar og hlutskarpastur var Sveinn Ragnarsson Fáki en hann keppti á hring frá Húsey en hringur í eigu Sveinn sjálfs. Sveinn hlaut einkunnir á bilinu 7,4 til 8 og heildareinkunn hans var 7,60 og sjáum við hér þegar hann lýkur æfingum sínum í morgun. Í öðru sæti í forkeppninni í morgun var svo Sigurbjörn Bárðarsson Fáki á oddi frá Blönduósi en Sigurbjörn verið unnið í töltkeppninni á 2 síðustu landsmótum. Hann fékk í einkunn að þessu sinni 7,37. Fjölmargir áhorfendur voru í Víðidal í morgun en búist yfir 10.000 gestum á landsmótið í ár. Þriðji í forkeppninni í tölti varð svo Jóhannes Skúlason Sleipni á Oliver frá Garðsauka en hann hlaut í einkunn 7,17. Fjórði var svo Páll Hróðmarsson einnig úr Sleipni á Brúnhildi frá Minnuborg með 6,90 í einkunn. Síðari hluti forkeppninnar hófst svo klukkan 6 og verðum við með fréttir af úrslitunum í fréttum okkar klukkan 10 í kvöld.